45. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar sem haldinn í fjarfundi þann 13. janúar 2022 klukkan 5. Á fundinu mætt Friðrik Sigurgeirsson, Eyþór H. Ólafsson, Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Njörður Sigurðsson, Sigrún Árnadóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Helga Kristjánsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Einhver athugasemd við fundarboð? Ef svo ekki, þá göngum við til dagskrár. Þar liður 1 minnisblað heimild bæjarstjórnar til að halda fjarfundi. Það lagt fram minnisblað frá bæjarstjóra vegna heimildar bæjarstjórnar til að halda fjarfundi. Vill einhver taka til málsfundi þessum lið? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa þennan tillögu að bókun. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir að nýta heimild sem gefin hefur verið til 31. janúar 2022 sem gefur heimild til að halda fjarfundi sveitarstjórnar bæjarráðs og annarra lögbundinna nefnda sveitarfélagsins án þess að fjarlægðir séu miklar samgöngur innan sveitarfélagsins erfiðar eða mælt sé fyrir notkun slíks búnaðar í samþykktum sveitarfélagsins. Einnig samþykki bæjarstjórnar staðfesting fundargerða sveitarstjórnar bæjarráðs og annarra lögbundinna nefnda verði með öðrum hætti en mælt fyrir í 10. og 11. grein leiðbeininga innanríkisráðuneytinu frá 15. janúar 2013 ritun fundargerða nr. 22/2013. Bæjarstjórn samþykkir að undirritun og frágangur fundargerða verði í samræmi við leiðbeiningar Sambands íslenskra sveitarfélaga við aðstæður sem þessar. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég heyrði að þú vitnaðir í auglýsingar frá 2013. Ráðuneytið bara nýbúið að setja nýjar auglýsingum ritun fundargerða og þessa fundi frá 2020, þannig að ég legg til að við færum það eins og á við. Takk fyrir þetta, Njörður. Ok. Þá var það spurning hvort að við uppfærið þennan texta, Aldís, kannski að skoða þetta? Ég þarf bara að kanna þetta og ég skal bara einmitt ágætis orðarlega eins og Njörður orðar þetta bara eins og á við. Ég hélt ég hefði tekið þetta beint upp úr 9 tilmælunum sem komu núna rétt fyrir áramót og þetta ekki nefnilega samþykktin sem við þurfum síðan að setja inn í samþykktirnar, það önnur aðgerð. Þannig að það sem við ætlum að hverfa frá skráningu fundargerða í sérstaka fundargerðabók og annað slíkt. Þannig að það önnur samþykkt, en ég skal bara kanna þetta og ef þetta reynist með þessum hætti sem Njörður að lýsa, þá breytum við þessu bara. Flott. Eruð þið sammála því? Þá byrjum bara upp þessa tillögu, þess að samþykki því, kemur ekki þessum breytingum. Það samþykkt. Þá það næst liður 2, það fundargerð bæjarráðs frá 16. desember 2021 og það afgreiddir sérstaklega liður 3, 4, 5, 6 og 7 og þá byrjum við á lið 3, það bréf frá leikskólastjóra leikskólans á Óttalandi frá 1. desember 2021 sem afgreiddir sérstaklega. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? En svo ekki, þá lagt til hér að við samþykkjum afgreiðslu bæjarráðs. Þetta er sammála því, geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Þá það næst liður 4. Það minnisblað frá bæjarstjóra, greiðsla leikskólagjalda milli jól og nýárs, sem afgreiðslu sérstaklega. Það hérna Aldís hefur gefið, það orðið, gjörðu. Já, forseti, þarna minnisblað sem við gerum og þetta borið upp á samþykkt fyrir jól og við vorum bara að tala þarna leikskóladvöruna milli jól og nýárs. Núna aftur á móti við komin í alveg nýjar aðstæður út af COVID og við erum að biðla til fólks að það haldi börnum heima ef það mögulega getur. Börn lendi í sóttkví, börn lendi í einangrun og við erum með þetta bara heilmikið ástand núna í skólamannvirkjum og þess vegna þarna lögð til viðbót þannig að við séum ekki bara staðfesta þennan afslátt milli jól og nýárs heldur að það sé þarna gert ráð fyrir að við rukkum ekki fyrir vistunartíma barna þegar börnum haldið heima af einhverjum ástæðum þessa dagana
og mötuneytisgjöldin myndi þá falla niður tilsvarandi og þetta gildir þá fyrir leikskólana, dvalargjaldið og mötuneytið í grunnskólanum og frístundaskólanum og nesti þar, hressinguna þar. En bara þannig að bæjarfulltrúar viti að þá erum við með mjög mikið að smittum í samfélaginu núna, fjölmargir sóttkví og það er sífellt að aukast. Þannig að ég og skólastjórnendur erum með mjög nánu samstarfi núna, fundum reglulega og svona það er allt útlit fyrir að upp úr klukkan 10 í fyrramálið þegar við sjáum þá nýjustu tölur að þá verðum við að grípa til aðgerða hvað varðar starfsemi í næstu viku. En leikskólinn Óskaland verður lokaður á morgun og í dag voru 2 deildir komnar í sóttkví alveg pluss dagbúðaslatta starfsmönnum. Þannig að hann er óstarfhæfur vegna þessa og hann verður lokaður á morgun. Þannig að eins og maður segir, þið fylgist með en hlutir mjög fljótir að gerast og mikilvægt að bregðast skjótt við. Þannig að svona í kringum hádegi á morgun kemur í ljós hvernig skólastarfi svona upphafi næstu viku verður háttað. Takk fyrir þetta, Aldís. Jóhanna, fyrir beðum orðið. Já, takk forseti. Mér langar bara að taka undir þessar tillögur bæjarstjóra. Mér líst mjög vel á þær að við komum til móts við fólk okkar í þessu COVID ástandi. Bara Takk fyrir það. Ég ætla að lesa upp tillöguna sem er svo hljóðandi að bæjarstjórn samþykkir afgreiðslu bæjarráðs í ljósi þess að foreldrar hafa verið beðnir að halda börnum sínum heima hafi þeir tök á því samþykkir bæjarstjórn að fella niður gjöld þeirra barna sem eru í sóttkví eða einangrun vegna COVID eða tilkynna fyrirfram út janúar að þau mun ekki nýta sér þjónustu leikskólana og eða frístundaheimilis. Með sama hætti verða felld niður gjöld vegna mötuneyta hjá börnum sem ekki njóta matar. Ég ber þessa tillögu upp, þetta er sammála henni gefum ekki og hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við næst í liði númer 5 og það er minnisblað frá bæjarstjóra úthlutun lóða í Kambalandi sem er afgreiddur sérstaklega. Ég ætla einhver takk til málstund á þessum lið. Svo er ekki, þá er lagt til að bæjarstjórn Nei, Aldís. Ég er bara svo lengi að finna músina hérna í stjórnstöðinni heima hjá mér. Ég vildi bara svona fyrirgefðu, forseti, í þarna bara upplýsa að það er gríðarlegur áhugi á þessum lóðum. Svo það verður spennandi að sjá hversu margar umsóknir munu berast og það er greinilegt að það verður ekki dvínað áhugi framkvæmda aðila á uppbyggingu í Hveragerði. Gott að heyra. Takk fyrir þetta, Aldís. Þá ætla ég að byrja upp tillöguna nema einhverju aðri vilja taka til máls. Svo er ekki, þá er að byrja upp þessa tillögu bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráðs. Þetta er sammála því gefmerki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst liður 6, það er samningur Markaðsstofu Suðurlands og endurnýjun samstarfssamnings. Það er lagt til að hann verður framlengdur 1 ár. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði bara að hlera umræður á bæjarráðsfundinum, hvort það hefði verið rætt hvað Hveragerðisbær er að fá út úr þessu samningi frá Markaðsstofunni. Við höfum stundum rætt þetta milli okkar bæjarfulltrúar og hvort að þetta sé eitthvað sem að við teljum að við eigum að setja fé í og hvort að það sé eitthvað mælanlegur árangur af þessari þáttöku. Kannski bara aðeins að heyra það, ef þið hafi rætt það þar að segja. Takk fyrir þetta, Njörður. Það er náttúrulega núna verið að breyta þessu í áfangastaðstofu og stjórn samtaka Sunnlenskra sveitarfélaga og samtökin hafa núna undirritað samning milli ferðamálaráðuneytisins og ferðamálastofu og Markaðsstofunnar þátttöku sveitarfélaga. Þannig að það er svona hálfpartinn verið að skuldbinda sveitarfélög til að taka þátt í þessari áfangastaðstofu núna. En svo er það náttúrulega bara undir hverju einu sveitarfélagi fyrir stig hvort það vilja taka þátt í þessu. Maður spyrst því alveg hvaða ávinningu við höfum úr þessu, sko. Jóhanna, þú hefur beðið orðið. Já, forseti, takk. Það var akkurat þetta, ég spurði akkurat þessara spurningar á þessum bæjarráðsfundi af því að mig langar einmitt að fá kannski betur, bara kynningu á því hvað það er sem að Hveragerðisbær er að fara fá út úr þessu
og eins og kemur fram í fundagerðina þá hún óskað eftir kynningu frá þeim og þannig að ég svona óskað eftir því að við myndum fá einhverja kynningu upp á það að vita nákvæmlega hvað það sem við erum að fá út úr þessu verkefni. Takk. Takk Jóna, Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði nú rauninni bara að vekja athygli á einmitt þessari bókun bæjarráðs að við fengjum aðila frá markastofunni til að segja okkur frá þessu betur. Þær hafa þetta komið hérna nokkrum sinnum og einmitt verið að kynna áfangastaðarstofurnar og þær hafa kynnt starfið og þær hafa kynnt svona hvað efst á baugi og í hverju þeirra starfsemi felst. En ég held að þetta orðið pínlítið flókið og þetta orðið svolítið fjarlægt bæjarfulltrúum, þannig að ég held að sé bara mjög fínt að við fáum kynningu aftur. Og svo held ég sér eitthvað rétt að við tökum eftir að það verið að endurnýja þennan samning til 1 árs hér hjá okkur en ekki til 2 eins og í rauninni beðið Þannig að við auðvitað erum að senda þarna svona ákveðin skilaboð það að við lítum á þetta sem tilraunaverkefni og getum þá alltaf endurskoðað eftir árið. En það væri kannski pínulítið sérstakt og að ef við myndum stökkva frá borði leið og þessi breyting á sér stað að gefa aðeins færa því að við sjáum í hverju felst þessi áfangastaðarstofa og hvernig nýtust hún okkur og svo metum við það. Takk fyrir það. Mér skilst að það sem við Þorlákshöfn og Árborg sem að þið einu sveitarfélögin sem framlengjum alltaf til 1 árs í þenn. Önnur sveitarfélög hafa verið að gera 2-3 ára samninga. Nú, þá ætla ég að bera bara upp þennan lið og afgreiðslu og það afgreiðslan þannig að bæjarstjóri samþykki afgreiðslu bæjarráðs, þetta sammála því, geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Næst að liðið 7, samningur sveitarfélag á Suðurlandi og N4 EHF afgreiðslu sérstaklega. Einhver taka til málstundi þess með, Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti. Mér langaði líka að spyrja á sama hátt afgreiðslu á þessu samningi. Hvort að það hefði verið greint eitthvað hverja við ætlum að ná til í gegnum N4. Hver markhópurinn þar sem við ætlum að ná til? Vegna þess að ég svona persónulega lítið var við þessa sjónvarpsstöð og horfi aldrei á hana. Þannig að ég reikna með að þið hafi nú rætt það og svolítið og sjáu fyrir ykkur hvaða markhóp þið ætlaði að ná til í gegnum N4 og með því að setja peningi í þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Njörður. Ég nú svolítið að með Línu og þú, en ég heyri nú mjög ofta rætt þættina á þessari stöðu sem kemur mér alltaf jafn mikið óvart. En Aldís, þú ert næst fyrir það. Já, ég skil vel að fólk spyrji hversi markhópurinn og af hverju við sem að gera stóra samning við N4. En ég alveg sannfærður það að þetta gott skref og mikilvægt. Ég segi eins og þið, ég náttúrulega, ef þið myndi spyrja mig eitthvað þátt í ríkissjónvarpinu, myndi ég aldrei sjá neitt, Ég sá á Facebook eitthvað lista hjá fólki sem hefur hort á einhverja seríur, ég hafði ekki hort á brot af þessu. Það brot, ekkert, ég vissi ekki hvað fólk var að tala, Þannig að við kannski erum bara ekkert fólki sem situr og gónir á sjónvarpið alltaf, en það fullt af fólki sem gerir það. Og ég hef tekið það með eftir því að þegar eru þættir, svona þar sem að hver getur bregðu fyrir, eins og til dæmis þessir arkitektaþættir byggingar og skipulag, þar sem var svolítið mikið fjallað hveragerði, okkur á kostnaðarlausu daginn, þá virtust allir að tekið eftir því. Það var alveg sama hvar maður fór, það voru mjög margir að tala að þeir eru síðan að þátt og það væri gaman hvað væri að gera góða hluti í skipulagsmálum í hveragerði. Og þetta auðvitað sjónvarpsstöð þar sem að dagskráin rúllar, þannig að ef maður yfirleitt eitthvað að skrolla á fjarstýringunni þá erfitt að komast hjá því að sjá þættina, jafnvel aftur og aftur og mér finnast þau með skemmtileg efnistök og þau eru ofta að sýna frá öðrum hlutum, þau eru að tala við öðruvísi fólk og svo ég nú bara pínu höll undir það að við erum með einn fjölmiðil út á landi, svona sjónvarpsfjölmiðil og allir hinnir eru á höfuðborgarsvæðinu og þeir litast bara ansi mikið af því og meira sé að ríkisútvarpið eða ríkissjónvarpið. Þannig að það skuli verið að halda úti stöð sem þessari sem að gera landsbyggðunum hátt undir höfði finnst mér bara ofboðslega jákvætt og manni langar bara til að vera þáttakandi í því verkefni til þess líka að styrkja hinna dreifðu byggðir í landinu
og vera bara með þeim svolítið í liði. Og ég efast ekki að þetta er okkur til framdráttar. Þetta í rauninni ekki mikill peningur miðað við hvað auglýsingar almennt að kosta og við erum að fá gríðarlega umfjöllun og allir þessi þættir þeir eru á netinu, þeir eru komið á votir, þannig að fólk getur sótt efnir, þannig að þú þarft ekki endilega að sitja og horfa á línulega dagskrá og þó hún rúlli endurtekið á kvöldin. Og ég tók líka eftir því, við fórum í verkefni með þeim með þarna garðana, garða í Hveragerði, sem fengu gríðarlega athygli. Og það kannski svolítið erfitt að meta hvað af okkar markastarfi að skila því að það mesta fjölgun á Íslandi núna í Hveragerði. Og mesta hlutfallslega, hér mest byggt hlutfallslega af öllum bæjarfélögum á Íslandi. Þannig ég held að þetta sé svona sittlítið að hverfi og þarna ákveðin markhópur sem að ég efast ekki að þarna sér Hveragerði í nýju ljósi þegar búið að sjá af öllu því skemmtilega sem hér að vera. Og taka viðtöl við allt þetta flotta fólk sem byrja hérna og svona. Takk fyrir þetta, Aldís. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Það voru akkurat því kannski muni eftir því mitt á þessum ágæta fundi að ég hafði mitt þessar sömu efasemdir og njörður hérna gildi þessara auglýsinga og mitt hver væri markhópurinn og því líkt af því að þetta alveg talsverð upphæð og það væri alveg hægt að gera kannski stóra hluti fyrir þetta á samfélagsmiðlum sem samt sko það sem að mér fannst kannski heillandi við þetta var akkurat það sem Aldís nefnir að þetta íslenskt, þetta einmitt landsbyggðin og að þarna gætu við þá fara fjármunir í það að styrkja og styðja við íslenska framleiðslu en ekki erlenda risa sem að við neyðumst stundum til að gera en ég viðurkenni ég hafði alveg svona pínu efasemdir markhópur en svo verður maður kannski líka að horfa út fyrir sín eigin augu að það þú veist markhópur getur verið mismunandi. Takk fyrir þetta Jóhanna. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, sko ég alveg ein af þeim sem að detta mun í einn og einn þáttana sko, ég viðurkenni það alveg. En ég held að sé líka bara út af því að maður að flétta og þá eitthvað og þau eru náttúrulega endurtaka svo oft efni. Ég sá til dæmis Hveragerðisþáttinn 2 svar, þannig að ég held að svona risaðilur eins og ég og fleiri við sjáum þetta alveg. Þannig að ég held að þetta sé alveg góð leið til að ná til ákveðins hóps og svo held ég að við ættum líka að vinna með samfélagsmiðlana fyrir þá sem eru bara á Netflix. Takk. Takk fyrir þetta, Bryndís. Njörður næstur. Já, forseti, svo ég reyni nú að svona lesa út úr ræðu bæjarstjóra að þá lágu ekki fyrir neinar upplýsingar markhópa eða dreifingu hjá þessu sjónvarpsstöð þegar tekin var ákvörðun þetta. Þannig að ég sé það ekki í fundagögnunum og ég man ekki eftir að hafa séð það áður. Þannig kannski meira svona að vera að taka þessi ákvörðun, meira á tilfinningu að við náum til einhverja tiltekinna hópa, það sé jákvæð ímynd út á við eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta rétt mat hjá mér að það hafi ekkert legið fyrir dreifingu hjá þessari sjónvarpsstöð og til hvaða markhópa hún að ná. Takk. Njörður, Sigrún, þú næst. Já, ég veit ekki hvort ég svara nýrði. Get alveg gert það svo sem eins og við hinn en miðað við allavega bæjarráðsfundinn að þá lágu ekki fyrir neinar upplýsingar nákvæmlega markhópinn eða til hvers við erum að ná. Meira kannski tilfinning og ég til dæmis sammála Bryndísi og ég var samþykk þessu vegna þess að við erum kannski að ná til akkurat annars markhóps heldur en þeirra sem eru á samfélagsmiðlum og til dæmis ef ég tala bara bara mitt fólk, það eldra fólk sem ég þekki, þá horfir það á þessa stöð og ég held að við séum að ná til breiðari hóps með þessu. Og þetta kannski bara í einhvern smá tíma, svo ef við getum prófað þetta í þetta skipti, við erum að gera að prófa þetta og að styrkja í leiðinni íslenskt sjónvarpsefni sem einmitt út á landsbyggðinni. Það finnst mér vera svolítið svona stór hluti á þessu. Takk. Takk. Aldís, gjörðu svo vel. Já, forseti.
af því að það verið að tala samfélagsmiðlana sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægir auglýsingamiðlar og við vitum það að þar eru sterkar auglýsingar, en það líka hárrétt að virðisaukin af auglýsingum þar lendir ekki í vasa eins einasta Íslendings, en sem aftur á móti þetta verkefni gerir. Og það sem að mér fannst áhugavert og ég auðvitað búin að, ég skal fúslega játa það, þið auðvitað eru kannski ekki, og það kannski, ég skal taka undir að það kannski mér að kenna. Ég búin að vera að hitta Maríu Björk og hún búin að vera að sýna mér alls konar upplýsingar og hún sýndi mér markhópadreifingu og hún sýndi mér líka hversu mikið horft á þættina, hversu mikið eru sóttir og ég get leikandi fengið hana til þess að senda okkur þetta bara sem upplýsingar eftir á. Það ekkert mál og ég var faktist hrifin af því hversu fólk virtist vera hrifið af þessari stöð. Og ég skammast mér bara ekkert fyrir, mér finnst það örlað því að fólk skammist því fyrir að horfa á N4, ég skammast mér ekki baun fyrir að horfa á N4, mér finnst bara hrikalega gaman að horfa á tónlistarfólk vítt og breitt um landið, búa til sína eigin þætti, viðtalsþætti við einhverja aðra en þá sem búa í 101 Reykjavík, fólk einhvers staðar vítt og breitt út á landið, til dæmis þátturinn að austan og að norðan og partur af þessu er að það kæmi þá svona þáttir sem væri að sunnan og við höfum bara frá svo miklu að segja að ég held að þetta sé bara partur af þessari ímyndasköpun sem að við hérna á þessu svæði þurfum öll að standa saman að. Og það fólk þarna og það fólk allstaðar og þannig að ég held að þetta sé gott skref, en ég skal bara kalla eftir upplýsingum frá Maríu og senda það til ykkar eftir á. Ég vissum hún verður mjög stolt af því þegar hún getur sýnt ykkur hvernig þetta lítur út. Takk fyrir þetta, Aldís. Ég ætla þá að bera tillögunum að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu bæjarráð. Þeir sem eru sammála því geðmerki. Það samþykkt á samhljóða og við fáum þá að sjá markaðsgreininguna á þessu bráðlega. Nú það þá ekki fleira þessum fundir sem tekið fyrir sérstaklega nema þið viljið taka til máls undir einhverjum öðrum leiðum. Ef svo ekki þá ber ég fundargerð bæjarráðs frá 16. desember til samþykktar. Þessu sammála henni geðmerki og hún samþykkt samhljóða. Þá það næst liðið 3, það fundargerð menninga, íþrótta og frístundunefndar frá 9. desember 2021. Einhver mál þarna sem þið viljið ræða sérstaklega. Ef svo ekki, þá ætla ég bara að bera upp fundargerðina til samþykktar og hún samþykkt samhljóða. Nú þá það næst liður 4, það skipulags- og mannvirkjanefnd. Liður afgreiddir sérstaklega eru 1, 2, 4, 5, 6 og 7. Það ekki íkja flókið, en þetta allir liðnir á þessum fundi. Spil. Já, það 3 þarna. Hérna þá förum við bara í lið 1 og það hverfisskipulag og hverfisverndarsvæði HV4 sem var afgreiddur sérstaklega. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti. Bara gaman að sjá að þetta mál varðandi niðurrif á húsinu á Heiðmörk sem við afgreiddum í fyrra hafi nú allavega leitt til þess að það sé verið að reyna að bæta vinnubrögðin og ég bara fagna því. En ég verð að segja, ég áttaði mig ekki alveg á plagginu og mögulega getur meirhlutinn útskýrt þetta betur fyrir mér. Hér vísað í að það eigi að gera húsakönnun og það eigi að fylgja með þessu plaggi en það virðist ekki vera búið að gera húsakönnuna. Og þetta hér sem við erum að horfa á þetta plagg það hverfisskipulagið sjálft. Það bara spurning og svona aðeins þegar ég las yfir þetta þá rakst ég á allavega eina villu út af því að ég hef nú bara áhuga á sögunni. Þá stendur að Jóhannes úr Kötlum hafi búið í Gufuskálum 1940 til 41 því að hann hafi búið í Miðseli alveg frá upphafi. Þar til hann flutti til Svíþjóðar og kom svo aftur til Hveragerðis og
og byggði þá í Brattahlíð. Svo sé ég að gatan Bláskógar hefur einnig nafnið Listagata. Þetta hef ég bara aldrei heyrt. Þannig að ef við getur svona hjálpa mér með þetta, en það er afar slæmt þegar villur fara í svona útgefin efni eins og við þekkjum varðandi Grýlu. Við viljum ekki koma öðrum villum af stað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Njörður. Aldís, Gjörðkvöld. Já, forseti, ég er alveg sammála niður. Ég held að við, til þess er þetta auðvitað sendt til okkar, til þess að við lúslesum plöggin og gerum þá athugasemdir. Þannig að ég tek nú undir mig niður, ég kannast ekki við Listagötuna, ég kannast við Skáldagötuna. Það væri þá skömminni skárra að nota það frumskógana, sem er eitthvað sem við notum hér í Hveragerði. En þið munið alveg, og það er alveg rétt, að upphafið að þessu voru viðræður og umræður Bláskógana. En ég held að við, okkur er öllum afar annt gamla miðbæinn í Hveragerði. Og það kom mjög skýrt fram þegar að þetta mál kom upp. Þannig að ég held að það að vinna hverfiskipulag með þessum hætti sé jákvætt skref til þess að marka stefnu það hvernig við sjáum þessa byggð þróast. Þannig að, en svo kom það okkur aftur móti óvart og ég skal bara játa það, ég gerði mér enga grein fyrir hvað þetta var hrikalega dýrt að vinna svona þetta hverfiskipulag. Þannig að þá var farið út í að reyna að minnka svæðið og draga það aðeins saman og því að upphaflega var gert ráð fyrir þetta næði niður á Breiðumörk og upp fyrir hjúkrunarheimili og þar upp í hliðarnar. Þannig að nú er þetta orðin svona þessi afmarkaði reitur hérna í miðbænum og ég held við séum að leggja af stað í alveg ágætis vegferð. Af því að við sjáum alveg, það þarf ekki að horfa þarna á loftmyndir, þetta eru mjög illa nýttar lóðir og svona til lengri framtíða þá er algjörlega augljóst að þarna verður uppbygging með einhverjum hætti. Og þá er mikilvægt að bæjarstjórn sé búin að marka sér einhverja stefnu þar hvernig við sjáum hana eiga sér stað. Og við erum sjálfsagt mjög mörg hérna að hafa hrifin af því yfirbræði sem þarna er, lágreist hús og mikill gróður og engar girðingar og annað sem að gefur þessu hverfi sérstöðu. Og svo hef ég líka heyrt að þetta er til dæmis það hverfi sem að vekur hvað mesta hrifningu þeirra sem hingað komu og labba bæinn. Það þykir ógulega notalegt og skemmtilegt og allir þessir garðar og leynileiðir þarna á milli gatna og annað slíkt Þannig að ég held að þetta sé bara gott skref að stíga og við skulum vanda okkur í þessu. Og ég efast ekki að það er allir á þeirri braut og þannig að þeir sem að hafa athugasemdir í textan, það var bara fínt ef þið kæmið honum á Guðmund. Létuð hann vita af athugasemdum og svo fer þetta í auglýsingu, þessi lýsing og svo hefst vinnan. En það er auðvitað verið að skrá þarna húsasögu og taka myndir af húsum og rifja upp gamalt. Án þess þó að það sé verið að finna upp hjólið með tilheyrandi kostnaði því að saga margra þessara húsa hefur verið marg skráð á ýmsum stöðum. Takk fyrir þetta, Aldís. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég veit ekki hvort að Njörður les málgagn sjálfstæðismann í Hveragerði Bláhver, en þar er viðtal við Svan núna í Jólablaðinu og þar segir hann, Svan Jóhannesson hann segir hann í október 1940 flyss og fjölskyldandi Hveragerðis. Í fyrstu leigðu þau hús sem stendur við Bláskóga númer 15, byggt af Friðsteini Jónssyni og Lóu Kristjánsdóttur. Þannig að það er eitthvað til í þessu. Og síðar flytja þau síðan í frumskóga númer 10. Málgagni klikkar ekki Málgagni klikkar ekki Herði, takk fyrir þetta, Eyþór. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara takk kærlega fyrir þessa leiðréttingu. Það var alltaf gott að hafa það sem sannara reynist. En bara til þess að ítreka spurninguna, þá er þetta sem sagt það sem við erum að afgreiða hér, er þetta hverfiskipulag sem að fer þá til skipulagsstofnunar til athugasemda, ekki satt. Er það rétt skilið hjá mér? Það er bara að vera að leita umsagna frá skipulagsstofnun. Skipulagsstofnun. Og fer svo í auglýsingu eða hvað? Og svo verður hann kynnt almenningi. Ok, ef ég geti bara aðeins farið yfir ferlið, þá væri það ofsalega flott til þess að skýra þetta út fyrir mér. Ég veist ekki alveg skilið þetta. Já, Aldís hefur beðið málið. Það er hellingsvinna framundan við hverfiskipulagi. Við erum bara að byrja að reit og ég gerir ráð fyrir þetta myndi taka jafnvel allt þetta ár. Þetta
þetta sem við erum að samþykkja núna bara lýsingin á verkefninu. Svo öll vinnan eftir, öll skrásetningin, öll vinnan, öll hugmyndavinnan, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Þannig að akkurat þetta skref í rauninni bara að starta verkefninu og þarna síðan í framhaldinu hefst öll vinnan. Og þá verða íbúar kallaðir til á fundi og geta komið fram með sjónarmið og þegar það allt búið fara að koma fram tillögur, þær fá nokkrar umræður í skipulagsnefnd, nokkrar umræður í bæjarstjórn, svo taka við aftur auglýsingar og auglýsingatími og athugasemdatími, þannig að það heilmikið ferli eftir. Þetta bara lýsingin á því sem við svæðinu og því fyrirkomulegu sem við höfum á verkinu og bara, við erum búin að fá tilboð í þetta og það ekki þarna, þetta kostar 10 milljónir. Bara þetta gerð þessa hverfisskipulags svona mikið niður skorið kostar 10 milljónir. Þannig að, en auðvitað með því að samþykkja að við vorum svo sem búin að samþykkja að fara í þetta, þannig að við þurfum einhvern veginn að finna pening í þetta. Yes. Takk fyrir þetta. Njörður, gjör svo vel. Já, forseti, bara takk kærlega fyrir þessar upplýsingar, akkurat það sem ég var að leita eftir. Og bara aðeins menn svo ég hef svo gaman að vera leiðréttur, að þá birti Svanur grein í Árnesingi árið 2009 rétt, og ég ritstýrði þessum Árnesingi og fór yfir hans grein og þar fjallar hann akkurat þetta það sem flytur í Gufuskála 1940 og þar segir hann bara með leyfi forseta út í gamans, að segja hann, það var engin hiti í húsinu þegar við komum í október og ekki rafmagn. Þegar fór að kólna var settur upp heljarstór pottofn í stofuna. Stór hóla var grafin fyrir utan húsið og settur annar ofn þar ofan í. Síðan voru pípulagnir á milli og áfyllingadunkur upp á lofti og þá var komið þetta vanalega hringrásakerfi sem mikið var notað í Hveragerði á þessum árum. Bara fróðleikur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Njörður. Skemmtilegt. Já, ég ætlaði að bera upp þessa afgreiðslu að bæjarstjórn samþykkja að leita verið umsagnar umsagnar lýsingu hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og hún kynnt fyrir almenningi í samræði aðra málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem eru sammála því geimverki og það samþykkt samhliða. Næst það liðið 2. Það nýtt íbúðarkvæði IB15 til að breytingu á aðalskipulagi. Ég ætla venju samkvæmt að fá að víkja af fundi undir þessum lið og bið Eyþór að taka við fundarstjórn. Það ætla ég að fara út af fundi. Takk fyrir það, forseti og Friðrik. Friðrik víkur á fundi og farinn. Þá tökum við fyrir lið 2, það nýtt íbúðarsvæði IB15 og það tillaga breyting á aðalskipulagi og við laust hana. Enginn kveður sér ljós, þannig að þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu nefndarinn leggur til bæjarstjórn og áangreitt tillaga breyting á aðalskipulagi verði auglýst í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og jafnframt leggur nefndin til bæjarstjórn að gengið verði samninga við Ask arkitekta gerð deiliskipulags á svæðinu í ljósi niðurstöðu samkeppni skipulag miðbæjar árið 2008 og þekkingu þeirra á staðháttum í Hveragerði. Þeir sem eru samþykkir þessari afgreiðslu rétt bönd. Má ég aðeins, ég bara má ekki til þess hugsa að þetta mál verði samþykkt án þess að bæjarstjórn ræði þetta. Við erum að tala þarna grundvallarbreytingu á farakosttúninu og það verið að breyta þarna aðalskipulagi þannig að í staðinn að þarna verði sé ríkjandi landnotkun sé garðyrkja, verði ríkjandi landnotkun íbúðabyggð. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að það séu allir og líka þeir sem eru að hlusta meðvitaðir það. Þetta er mjög fallegt og skemmtilegt landsvæði. Það búið að eiga fundi með lóðarhöfum sem að þarna bæði eiga land og eru síðan handhafar byggingaréttar. Þannig að þarna erum við að starta mjög stóru viðamiklu máli sem á eftir að taka án og af vafa allavega myndi ég halda 1,5 til 2 ár
og með því að velja arkitekta til þess að vinna þarna deiliskipulag erum við auðvitað að því að talið að sigla svolítið öruggan sjó, við þekkjum vinnubrögðin, okkur hefur líka þau vel, þeir unnu deiliskipulag á friðarstöðum og þarna Grímsstaðareitnum og fleiri stöðum og þannig að þetta er stórt mál, þetta er mikilvægt og þetta á eftir að verða í mikilli umræðu meðal bæjarbúa vonandi með virkri þátttöku þeirra á næstu misserum. Takk Andís. Jóhanna Gjörsvöld. Já, takk forseti. Aldís nú kannski búin að svara þessu hlutu til en mitt maður tekur eftir að við erum svolítið ofta að semja við arkitekta, þannig að ég ætla akkurat að spyrja út í það hvort að við værum þyrftum ekkert að leita tilboða annarra arkitekta eða hvers vegna við værum að velja þessa ákveðnu stofu ítrekað. Já, ég geti bara ítrekað sem Aldís sagði, þau hafa reynst okkur vel og þau eru náttúrulega þekkja bæinn rosalega vel og út frá bæði miðbæjarskipulaginu og fleiri sem þau hafa unnið fyrir okkur. Fleiri? Nú ef ekki þá ber ég þessa afgreiðslu upp aftur til samþykktar sem ég las áðan. Samþykkt samhliða. Þá ætla ég að biðja Friðrik að koma aftur inn á fundinn, ætla ég verið ekki að hringja í hann. Þú er svo klókið. Fyrirgefðu Eyþór, það á að vera önnur bókun á þessu fundi, skipulagsnefnd gerði smá mistök, þannig að þetta fer aftur fyrir næsta fund. Ok. Ég að senda þér þetta message ef þú hringir eitt lítið augnablik. Message á Facebook eða hvað? Já. Vittu við, hann að koma hérna, ég ætla þá að henda honum út aftur. Hvar sendurum mér þetta, Helga? Já, ég verð það. Já, það kemur hérna fram að Guðmundur lét breyta bókun vegna þessa liðar og bókunin þá þess í staðinn. Hann segir semst hérna, ég held ég hafi farið aðeins fram á mig varðandi afgreiðslutillögu á máli nr. 2 í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar samkvæmt skipulagstillögunum skal kynna tillöguna áður en ákveðið verður að auglýsa hana. Við vorum auðvitað búin að kynna skipulagslýsinguna fyrir öðrum hagsmunaaðilum þar sem allar forsendur og markmið komum fram en aðalskipulagstillöguna sjálfa þarf einnig að kynna með sama hætti. Til að lenda ekki blindgötum málsmeðferðina þá legg ég til að bæjarstjórnarfundurum á eftir verði ekki samþykkt að auglýsa tillöguna heldur verði samþykkt af eftirfarandi. Bæjarstjórn samþykkir að kynna breytingatillöguna, forsendur hennar og umhverfismat, íbúum bæjarins og öðrum hagsmunaaðilum samkvæmt annarri málsgrein, skipulagslaga og svo framvegis. Það er ekki sáttu að við bökkum og gerum þetta svona þannig að þetta sé rétt gert. Allir sáttu við það, samþykkt. Helga, þú breytir, þá var það ekki bara bókuninni samsvarandi. Þá ætla ég að hringja Friðrik og sjá hvort hann kemur ekki inn aftur. Hann er hérna, ég get... Hann er sennilega að hlusta á YouTube eða eitthvað. Já, kemur hann. Ég náðu að samþykkja hann einhver hluta. Já, þá bara afhendi ég fundin aftur til forseta Friðrik Sigurbjörnsson, tekur við. Takk fyrir þetta, Eyþór. Þá það næstliðið 4, Árhólma svæði, stigbraut og bílastæði, breyting á deiliskipulagi sem ákveður sérstaklega. Vill einhver taka til máls til þessum við? Ef svo er ekki, þá ber ég upp tillögu skipulags- og mannvirkjanefndar sem að hljóma svo að bæjarstjórn samþykkir ofangrein tillaga breytingu á aðalskipulagi og breytt tillaga deiliskipulagi á Árhólmasvæðinu verði auglýsta samhliða í samræmi við 31. og 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeirri breytingu á texta greinargerðar deiliskipulags sem framkomu á fundi skipulags- og mannvirkjanefndar.
Þeir sem sammála þessari afgreiðslu geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Það næst liður 5, það Bláskógar 6B, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishúsi sem afgreiddur sérstaklega. Einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki þá hér tillaga að bæjarstjórn samþykkir að grenndarkynna framkvæmdina í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þegar tilskilin grenndarkynningargögn liggja fyrir. Þeir sem sammála þessari afgreiðslu geðmerki og hún samþykkt samhljóða. Þá það næst liður 6, Bláskógar 6C, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishúsi, afgreiddur sérstaklega. Einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá hér tillaga að bókun að bæjarstjórn samþykkir að grenndarkynna framkvæmdina í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og vantar að gera innhelga seinni partinn á bókuninni eins og var með 6B þegar tilskilin grenndarkynningargögn liggja fyrir. Það ekki verið. Það bara sama afgreiðsla á þessu og fyrri. Þeir sem sammála því geðmerki. Það þá samþykkt samhljóða. Næst það liður 7, telumörk 50 og 52 til 54 orkumbreyting á lóðmörkum sem afgreiddur sérstaklega. Einhver taka til máls undir þessum lið. Það hér lagt til að bæjarstjórn samþykki erindið. Þeir sem sammála því geðmerki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það fundargerðin að öðru leyti. Einhver taka til máls. Ef svo ekki þá byrja fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar upp til samþykktar þeir sem sammála því geðmerki. Hún samþykkt samhljóða. Næst það liður 5, fundargerð umhverfisnefndar frá 14. desember 2021. Það engin mál tekin fyrir sérstaklega, en vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo Jóhanna rétt lagt á hann ég ætlaði að bera þetta upp. Hvað gerir þú, Jóhanna? Já, takk forseti. Mér finnst þetta var bara áhugaverð greining og bara fínar umræður um það líka að fylgja þessu eftir og inn í þeirri vinnu sem við erum bara varðandi umhverfisstefnuna og allt það varðandi sorpmálin að búa okkur til svona mælanleg markmið að við fylgjumst með þessu og sjáum hvort að við getum ekki bætt okkur enn betur í þessum málum og það, þú veist, voru allir sammála um það og enda ótrúlega öflug þessi nefnd, sko. Nei, að það bara ákveðlega gaman að starfa í þessu nefnd því að mér finnst bara allir vera svona einhuga um það að starfa að vinna bara vel að umhverfismálum bæjarins og við viljum náttúrulega vera framála á því sviði og við erum alveg að standa okkur ágætlega en getum alveg gert betur. Við vitum það og eins og kom fram í fjárhagsáætlun að bara varandi kostnað á flokkun og öðru að við getum gert betur og þú veist það eru alls konar það verða auðvitað breytingar í þessum sorpmálum, við vitum það framundan og eins og talað að þú veist fólk fari að vilja borga fyrir það sem það hendir þannig sem ákveðin hvati fyrir því að fólk fari að flokka betur. Og mér langar líka kannski að leggja aukna áherslu á það þú veist, ég fagna bæklingnum sem kom í húsum daginn, þar sem við íbúar hvatti til aukinnar flokkunar og ég held líka þurfum að skoða flokkun í fjölbýlishúsum, að þar getum við gert betur. Annars þakka ég fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Það verst að við sem erum svo rosalega umhverfisvæn við afþökkum fjölpóst og fáum ekki þennan bækling inn lúðurnar hjá okkur. Þannig að ég hef ekki fengið að sjá þennan bækling. En Aldís, gjörðu svo vel. Já, forseti, það gallinn við að afþakka fjölpóst. Þá fær maður ekki þessar flottu tilkynningar og erindi frá Peninganesbæ. En ég ætla bara að taka undir, mér finnst nefndin að vinna mjög gott starf og við ætla líka enn og aftur að gleðjast yfir stóra þinginu, ætla ég leyfa mér að kalla það, sem var haldið upp í grunnskóla fyrir jól.
þar sem var ótrúlega flottur boðskapur, flottir fyrirlesarar og mjög skemmtilegt og fræðandi og svo var þetta frábært að borða alla matarafgangana sem að fengust bara úr búðum sem að útrunnuð og annað, þannig að þetta var ótrúlega flott. En það er bara svo mikilvægt að muna af því að núna í fjárhagsáætlun erum við að hækka sorpgjöldin allverulega á milli ára þó við séum ennþá langt undir flestum þeim sveitarfélögum og öllum sem eru af svipuðu stærð og við. En það eru framundan alveg gríðarlega mikla breytingar í þessum málaflokki og við vitum það að ráðuneytið er með mjög miklar hugmyndir breytingar og algjöra stefnubreytingar, þannig að við erum að sjá jafnvel fleiri tunnur og allt öðruvísi flokkun, samræmda flokkun yfir landið og annað slíkt og líka algjört úrræðaleysi varðandi afsetningu á sorpi á Íslandi. Og svo staðreynd gerir að verkum að þetta mun kosta mjög mikla peninga því miður og þess vegna er aldrei nokkuð tíma mikilvægara heldur en akkurat núna og í framtíðinni að minnka neysluna. Því að þannig getum við fyrst og síðast minnkað sorpið. Bara kaupa minna og nýta betur og nota það sem við eigum. Þannig að ég held að bara svona atriði, og nú hefur við það ekkert með það að gera, en til dæmis eins og í fráveitumannvirkinu kemur fita sem er skilin út einu sinni í viku og þetta er umtalsvert magn. Við erum núna að reyna að finna einhver farveg fyrir þessa fitu til að losna við hana. Það er ekki einfalt. Ef að gefum okkur við næðum samningjum með fitan yrði brennd hjá Kölku, Reykjanesi, þá sýnist okkur að kostnaður við hvert kíló þar geti numið í kringum 150 kalli. Og við erum að tala rosalega mörg kíló. Þannig að þessi málaflokkur á eftir að verða okkur alveg ofboðslega dýr, bæði sorp og fráveita á næstu árum. Það er bara mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir því að ef við ætlum að velja okkur uppáhaldsmálefni, þá er þetta þau. Takk fyrir þetta, Aldís. Bryndís, gjörðu hvað? Já, takk fyrir það. Ég ætla að fagna bæklingnum sem ég er ekki ennþá búin að sjá og það ég er svo hrikalega umhverfisvæn að ég vill ekki fá fjölpóst en ég reyna að nálgast hann einhvers staðar. Ég held að það sé líka vera svolítið gott að eins og til dæmis með hennan bæklingun að við erum kannski að ná til nýrra íbúa hjá okkur. Okkur er náttúrulega fjölga svo gríðarlega þannig að bara við þurfum kannski að kynna og við verðum alltaf að vera á tánum að kynna hvað við erum að gera fyrir hvað við stöndum. Sambandi við þingið sem Aldís talaði sem að mér fannst náttúrulega að vera alveg frábært líka. Ég vildi óska þess að kannski fleiri hefðu séð það. En ég held að það sé eitthvað sem að við ættum nefndin að stefna að vera með alveg að lágmarki einu svona ári bara fyrir okkur, bara samfélagið og gera það skemmtilegt. Já, þetta er bara það sem skiptir ótrúlega miklu máli. Takk. Takk fyrir þetta, Bryndís. Kannski ágætt að birta hana bækling bara á heimasíðu Hveragerðisbæjar. Þannig að við getum ekki að sjá hann. En það er tillaga bókun ef engin annar taka til máls sem að hljómar þannig að bæjarstjórn tekur undir bókun nefndarinnar varðandi mikilvægi góðra flokkunarsorps í Hveragerði en ljóst er að mál varða sorp og meðhöndlun þess eiga eftir að verða viðamikil á næstu árum. Því hvetur bæjarstjórn nefndina til að leggja þunga í alla umfjöllun aukna og betri flokkun í Hveragerði. Eru þið sammála þessari bókun? Hún er samþykkt og þá ætla ég að bera fundargerðina upp og þeir sem er sammála henni, gefum ekki. Fundargerðina þá er samþykkt samhliða. Næst er það liður 6 sem þá er samþykkt vatnsvernd á Suðurlandi, lögð fram samþykkt verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnar umdæma sveitarfélaganna á svæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands BR. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Skilst það sé búið að ræða við Heilbrigðiseftirlitið varðandi þetta og þetta er ekkert nýnæmi þarna í þessu. Bara að vera að samræma þetta. Einhver taka til máls að öðru leyti? Nei,
þá er lagt til að bæjarstjórn samþykki að vísa samþykktin til síðar umræðu í bæjarstjórn, þau sem sammála því kemurki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það næst liður 4, það er umsókn rekstrarleyfi Björg og Marel EHF. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsókn Hveragerðisbæjar vegna umsóknar Bjargar og Marel EHF, kennitala 60/11/21/090 leyfi til reksturs veitinga í flokki 3, veitingaleyfi T, veisluþjónustu og veitingaverslun. Þarna sem reksturinn í Dýrgerðinni að fara á nýja kennitölu. Einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki þá hér til að bókun að bæjarstjórn gerir ekki athugasemdir umsókn Bjargar og Marel EHF, kennitala 60/11/21/090 leyfi til reksturs veitinga í flokki 3, veitingaleyfi D, veisluþjónustu og veitingaverslun, Breiðumörk 25 22-0118 rýmist númer 0101, Breiðumörk 25 22 4 19 rýmist númer 0102 og Breiðumörk 25 22 10 12 10 rýmist númer 0201. Þeir sem sammála þessu merki, það er samþykkt samhljóða þá. Nú þá er næst liður 8, það er umsókn leigu á Breiðumörk 21 og það er lögð fram umsókn frá fyrirtækinu OJO Import EHF að leigja húsnæði Breiðumörk 21 til þess að opna verslun og sýningarrými. Húsnæði var aftur auglýst til leigu eftir síðasta bæjarstjórnarfund eins og samþykktum í desember og þetta er eini aðilinn sem að stóktu að fá að vera þarna inni. Gerir ekki kröfur að við séum að fara einhverja lagfæringar eitthvað, þetta er alltaf þeir sjálfir virðast vera að gera það sem gera þarf og opna þarna verslun. Þannig að við fáum okkar eigin svona húsasmíða verslun aftur í bæinn frá næstunni. Aldís, gjör svo vel. Mute, Aldís. Forseti, já, það er rétt, þarna er komin umsókn þetta húsnæði. Þeir voru svo búnir að senda okkur erindi og vegna þess var ákveðið að auglýsa til að gefa fleirum tækifæri til að sækja það hafi ekki borist fleiri umsóknir. Þannig að mér finnst innboðið að leyfa þeim að spreyta sig í þessu húsnæði. Þeir gera heldur ekki mikla kröfur endurnýjun eða úrbætur á húsnæðinu. Ég ætla samt að segja, ég held að það sé alveg óumflýjanlegt að við reynum að laga þess að hitann. Hann er ekki nógu góður og meira sér garðyrkjudeildin sem þarna ætlaði að vera. Hún er búin að flytja sig niður í áhaldhúsið, það er svo kalt þarna. Þannig en það á ekki að þurfa að kosta margar milljónir langt frá því af því að þarna er nú hægt að nota alls konar aðferðir utanliggjandi lagnir og annað slíkt. En mér finnst þetta skemmtileg hugmynd rekstur í þessu húsi og þetta er mjög vel uppsett og greinagóð umsókn. Þetta eru ungir aðilar hér í Hveragerði sem eru að hasla sig öll í viðskiptum og sem ég finnst líka jákvætt. Þannig að ég held að þetta getur bara orðið skemmtilegt og þau eru búin að vera að tala heilmikið saman. Forsvarsmenn þessa fyrirtækis og Kristín í garðyrkjudeildinni og þau sjá ekkert því til fyrirstöðu að vera þarna í einhvers konar samgrölli með einhverjum hætti en Kristín og þær stöllur eru reyndar núna komnar niður í áhaldhús og verða þar eitthvað og fer ekkert illa þær. Þannig að þær þurfa aðeins að bara finna út hvað þær vilja vera. En ég mæli með að við tökum þessari umsókn og að bæjarstjóri verði falið að gera samning við þessa aðila. Takk Aldís. Jóhanna, gerðu þú vel? Já, takk forseti. Já, ég tek undir það, mér finnst þetta mjög bara fagleg og flott umsókn og spennandi og gaman að fá enn meira líf í aðalgötu bæjarins og það sem vekur athygli svona fram yfir kannski aðrar umsóknir sem við fengið þetta ákveðna húsnæði að þarna ekki mitt farið fram á einhverja lagfæringar eða mikinn auka kostnað á bæjarfélagið sem hefur náttúrulega verið svona okkar stefna í rauninni þegar við ákveðum að kaupa eða fjárfesta þetta í þessu húsi að þá að fjárfesta, alltaf verið stefnan okkar að leggja ekki út í einhvern auka kostnað, þannig að mér líst mjög vel á þessa umsókn. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhanna og Sigurún, gerðu það vel.
Já, forseti. Já, ég ætla nú eiginlega að segja bara það sama og Aldís og Jóhanna svo sem töluðum. Það finnst þetta mjög vel unnin þessi umsókn hjá þeim og það taka það sérstaklega fram að þið vilja taka þátt í náttúrulega því sem er að gerast í bæjarfélaginu hverju sinni og það held ég að sé svo góð kostur líka eins og segir ungir Hveragerðingar sem vilja gera vel og vilja taka þátt að að gera að reyna kannski aðeins að eins og þú segir laga hitann þannig að þau flækir sér ekki það nú bara strax eftir 3 mánuði en ég bara fagna þessu, finnst það bara virkilega gott. Takk fyrir þetta, Sigrún. Njörður, orðið? Já, forseti. Mér minnir að þegar Hveragerðisbær eignaðist húsið á þessum tíma þá voru við svolítið að ræða hvort það væri möguleiki að nýta það undir skapandi greinar eða menningu eða eitthvað slíkt og það var svona settur starfshópur til þess að skoða það og komið tillögur og svona og við auglýstum og það komu umsóknir sem að kannski féll ekki alveg að þessu og veitingastaður minni mig að ein umsóknin hafi verið og svona. Þannig að ég svona þá skilda þannig að við séum alveg bara fallin frá þeim hugmyndum og þær hafa ekki gengið upp að við myndum fara þá leið. Mögulega vegna þess að slíkar umsóknir bárust ekki eða það sé bara ekki samræmanlegt við húsið út af það þurfa að laga það til þess að það gangi upp eða eitthvað slíkt. Bara svo að við séum meðvituð það þegar við fáum þá spurningu út í bæ. Takk fyrir það, Njörður. Já, leirlistakonurnar að vísu verða þarna áfram. Þannig að það nú einhver skapandi svona grein þarna inni, en það bara gekk ekki annað sem við höfum reynt, það alveg rétt. Sigrún, þú ert næst. Nei, þú ert búinn, ok. Þá það Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér finnst þetta mjög jákvætt að fá þessa flottu stráka þarna inn, að gera góða hluti. Út að Aldís talaði að garðyrkjudeildin væri farin og hún farin þarna í, hvað heitir það, áhaldhúsið. Eitt sem ég svona spáið í sambandi við það að út af krakkarnir á sumarnámskeiðinu þau náttúrulega voru þarna kannski notuð salernisaðstöðu og eitthvað fleira þarna kannski fyrir næsti sitt og eitthvað í sumar að við þurfum kannski þá að hugsa svona áður en að við förum að taka við þeim aftur hvaða húsnæði við ætlum að nota fyrir það. En öðru leyti finnst mér þetta bara mjög gott og gott að fá líf þarna á þessa götu. Takk. Takk og Aldís, gjörðu svo vel. Þú ert með á mute en einu sinni. Þetta þó ekki bilað í þetta skipti, það þó það. En forseti, já, þú svarar nú þessu með nýsköpun og svona skapandi greinar í þetta hús. Það hefur bara ekki tekist og þið trekkið umræðinu orkiti og hvernig það endaði og þannig að húsið bara líka tæplega í nógu góð ástandi til að setja þarna upp skrifstofahótel eða eitthvað slíkt sko. En varðandi aðstöðu fyrir garðyrkjudeildina þá hafa þau rætt heilmikið saman, þessir aðilar frá OJO og Kristín og þau sjá alveg allavega til að byrja með að þau geti verið þarna saman, þetta er stórt rými. Við gerum ráð fyrir að geymslan fyrir áhöld vinnuskólans verði þarna áfram og líklega þau mæti þarna, en auðvitað erum við þá að sjá, við þurfum auðvitað að fara að finna þessu öllu einhvern annan farveg og í 30 ára áætlun, eins og þið munið, þá setjum við peninga árið 2023 í uppbyggingu á áhaldahúsi og gámasvæði fyrir neðan þjóðveg niðri í Vorsabæ. Þá myndi áhaldahúsi losna mögulega fyrir garðyrkjudeildina eða eitthvað annað og svo vitum við líka öll að Kristín og garðyrkjudeildin þau hafa alveg sko ótrúlega mikinn áhuga skiljanlega á því að fá gróðurhús til sinna afnota og það að vera að vinna í því og ef að það tækist þá myndi náttúrulega starfsemi vinnuskólans að öllum líkindum verða þar með einhverjum hætti. Þó að það verði kannski ekki sumar allan og reyndar að bæta við. Takk fyrir þetta, Aldís. Ef enginn annar vil taka til máls þá ætla ég að gera hérna fram tillögu að bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að ganga til samninga við OJO Import EHF leigu og hlut á húsnæðinu að Breiðumörk 21. Samningurinn verði lagður fyrir bæjarráð til samþykktar.
Þeir sem eru sammála þessari afgreiðslu geimverki, það samþykkt samhljóða. Þá það næst liðið 9, það opnun tilboða í verki Vortabær 2, annar áfangi. Opnun tilboða í verki Vortabær annar áfangi fór fram miðvikudaginn 5. janúar 2022 og alls bárust 8 tilboð í verkið. Aðalið EHF 76.561.000, Arnon EHF 60.506.000, Postþjónustan EHF 61.309.000, Smávélar EHF 69.625.000, Egill Guðjóns EHF 75.500.000, Gröfutækni EHF 72.005.000 krónur, Gummi Stig EHF 85.072.000 og Stéttafélagi EHF 112.286.000. Helga, það þarf að laga þarna í nafninu hjá Arnon EHF í textanum. Njörður, biðum orðið, gjörðu svo vel Njörður. Já, forseti, ég held að sé kannski rétt að ég víki við afgreiðslu þessu máli þar sem að mágur minn með eitt tilboð í þetta verk. Sjálfstætt. Þá yfirgefi fundinn. Já, við ekki bara joina strax aftur og þá hleypum við bara inn Gerðu það. Flott. Njörður Víkur hafa fundið kl. 18:06. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Sigrún, er svo vel? Nei, ég er nú bara að hugsa á ég að víkja fundi, þetta er auðvitað frændi minn, frændi minn, það er Gummi. Nei, ok, bara athugun. Má ég aðeins örstutt varðandi þetta, sko, í grunninn væru þau hvorugt svona lagalega séð vanhæf, af því að vanhæfisreglan er með þeim hætti, en auðvitað er Njörður það mikið tengdur að það væri þannig og ef að þessi aðili væri að fá tilboði eða það væri einhver ágreiningur hver væri lægstur eitthvað þannig, þá var eðlilegt að þið væri bæði vanhæf, bæði verið kunningsskapar og tengsli. Takk fyrir. En hann er bara ekki lægstur þannig að það stýr ekki að því þannig að ég líti ekki þannig á því að þú sért vanhæf. Takk fyrir það, Aldís. Þá var hér tillaga að bæjarstjórn samþykki að taka lægsta tilboði frá Arnon EHF enda uppfylli bjóðandi öll skilyrði útboðsgagna. Þess vegna sammála því geimverki. Það er samþykkt samhljóða. Þá hleypum við nyrði aftur inn á fundinn og hann tekur sæti aftur kl. 18:07. Þá er það næst liðið 10 húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2022 og hér er lögð fram húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2022. Húsnæðisáætlun er unnin á grundvelli laga húsnæðismál nr. 44/1998 og reglugerð húsnæðisáætlanir nr. 1248/2018 þar sem segir að sveitarfélög skulu greina með reglubundnum hætti þörf fyrir íbúðir í sveitarfélögum og gera áætlanir til 4 ára það hvernig þörf fyrir íbúðarhúsnæði verið mætt. Í áætlunum sem hér er lögð fram með dregin upp mynd af stöðu húsnæðismála í Hveragerðisbæ. Framboð eftirspurn er greint með tilliti til húsnæðisforma og sett fram áætlun það hvernig Hveragerðisbæ ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila bæði til lengri og skemmri tíma. Megin markmið með gerð húsnæðisáætlunar er að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimilana í bæjarfélaginu. Og orðið er laust. Njörður, við biðjum orðið, gjörðu svo vel, Njörður. Já, forseti, nú erum við að taka húsnæðisáætlun aftur fyrir eins og við gert árlega síðustu ár og þessi húsnæðisáætlun sýnist mér að sé nú svolítið öðruvísi framsett heldur það sem að hafa verið komið hérna til afgreiðslu áður og ég held reyndar sko að þetta hafi bara breyst núna hverju ári síðustu 2 eða 3 ár þannig að það er svona erfitt kannski að bera þetta saman og átta sig alveg á þessu út af því að formið er alltaf að breytast en það sem að mér langaði aðeins að spyrja og kannski líka með ábendingu er að ég sé að þarna er ýmsar forsendur og hver húsnæðisþörfin er og svona en ég virðist ekki sjá hvert er markmiða áætlun sveitarfélagsins, til dæmis hversu margar félagslega íbúðir sveitarfélagi ætlar að ná á tímabilinu, ég sé þörfina, hver hún er og svo framvegis og mér langar líka að gera eina athugasemd og myndi gjarnan vilja fá umræðu það vegna þess að í húsnæðisáætluninni þá er aðeins komið inn á námsmannaíbúðir
Það segir í textanum að það sé ekki hefð fyrir því að námsmannaíbúðir séu í Hveragerði og þar með þá bara 0 á áætlunina að það á ekki að reyna að stuðla að byggingu slíkra íbúða. Ég held einmitt að þarna sé tækifæri fyrir Hveragerði að reyna að ná einhverjum námsmannaíbúðum hér í Hveragerði og ég alveg viss það að fjölskyldur væri alveg tilbúin að búa hér þó að annar eða báðir meðlimir í sambandi myndu sækja vinnu til Reykjavíkur. Þannig að ég myndi alveg vilja sjá að við hefðum svolítið metnaði að reyna að ná þessu á tímabili áætlunina sem til 31. Að setja okkur einhver markmið þessu og reyna að sverma fyrir því hjá þeim sem að byggja slíkar íbúðir, hvort það sé ekki akkúrat tækifæri hér örskammt frá höfuðborgarsvæðinu að ná inn einhverjum námsmannaíbúðum. En þetta svona til þess að byrja með í þessari umræðu. Takk fyrir þetta, Njörður. Þarna vissulega verið að breyta uppsetningu á þessu og ég held að það sé verið að setja bara inn í ákveðið skapalón frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þess vegna lítur þetta svona út núna. En ég tek undir með námsmannaíbúðir og mér minnir að þegar þeir aðilarnir sem eru nú að byggja á einreitnum hafi komið þeir hafi ætlað til að ræða við félagsstofnun stúdenta og aðra aðila varðandi íbúðirnar á Tívolíreitnum, sko. Enda það kjörstaður þar sem beintenging við strætó bara hinn með götuna og svona lítið bílastæði, sko. Þannig að það verður náttúrulega bara svona fullkomið og ég hugsa að sé nú margir námsmenn fluttir á byggðina sem að kannski nýta sér ekki strætó en búa þarna, sko, því að maður hefur náttúrulega stíð ungar fjölskyldur með börn þarna. En Aldís, þú ert næst. Já, forseti, það alveg rétt að þetta allt annað útlit heldur við hingað til við höfum séð og það líka því að sko, þessi kraf húsnæðisáætlanir sveitarfélaga með reglubundum hætti tiltölulega nýtilkomin og það eru bara allir að fóta sig í þessu. HMS búin að búa til núna nýtt skapalón þannig að það eru allir að skrifa sig inn í ákveðnar töflur og þessi línurit og allt þetta kemur bara tilbúið allt, þannig að við setjum bara inn grunngögn og svo myndast skýrslan. Við auðvitað setjum þennan texta og vinnum okkar spár en fyrst og síðast verið að vinna upp úr aðalskipulagi út frá sem sagt þeim áætlunum sem þar eru setta fram. Ég þreytist ekki á að minna fólk á að sko, aðalskipulagið náttúrulega grundvallarplagg í framtíðarsýn Hveragerðisbæjar. Þar leggjum við línurnar og þannig að það sko tvennt sem maður á að kunna utan á og það aðalskipulagið og fjárhagsáætlunum. En þarna þetta verið að gera ráð fyrir svona ákveðnum forsendum varðandi fjölgun og þarna kemur líka fram að það búin að vera mjög mikil og fordæmalaus fjölgun eins og þetta 8% fjölgun núna á síðasta ári hér í Hveragerði. Þannig að það nú enginn sem gerir ráð fyrir að það haldi áfram eins og þið sjá og jafnvel ekki þó við förum í hásspá, þá erum við ekki þar. En þrátt fyrir það, þá erum við að tala að það þarf að halda áfram uppbyggingu íbúða en þau plön sem við erum búin að leggja uppfylla algjörlega þá þörf sem virðist vera. Svo aftur á móti þessi mismunandi íbúðagerðir sem við erum þarna að stilla upp og þá HMS líka bara með ákveðið skapalón það hversu margar íbúðir þarf fyrir hvern hóp. En ég tek alveg undir með námsmannaíbúðirnar og við höfum verið að ræða þetta, meirihlutinn hefur rætt þetta, við höfum rætt þetta við aðila, þannig að því að ég alveg sammála því, ég algjörlega sannfærð það að ef einhver myndi byggja hérna íbúðir sérstaklega fyrir námsmenn þá myndi þær fyllast mjög hratt af því að samgöngum við höfuðborgarsvæðið og tengingin með strætó er orðin þannig að það er bara mjög auðvelt að búa hérna og stunda nám á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er bara eitthvað sem ég held að við þurfum bara að halda áfram að skoða alveg eins og þið tókuð eftir sko að í töflunni er ekki gert ráð endilega fyrir mikilli fjölgun íbúða fyrir sérhæfara íbúða fyrir fatlað fólk en við aftur á móti erum að gera ráð fyrir og vonumst til þess að geta byggt hérna upp íbúðakjarna fyrir þann hóp, rétt eins og við ætlum að fjölga félagslegum leiguíbúðum og íbúðum fyrir aldraðra plús það að við erum að setja hérna inn íbúðir fleiri á grundvelli stofnframlaga, eins og við ræddum líka í fjárhagsáætlanagerðinni. Þannig að ég held að það sé ágætis framtíðarsýn hér í gangi og hún kemur auðvitað fram þarna
en það auðvitað enginn sem segir að við getum ekki bætt í, því að málið með námsmannaíbúðirnar, það auðvitað ekki biðlisti, það ekki til, þannig að það kemur 0 í þann reit frá HMS, þannig að þá virkar eins og sé engin þörf, af því að þetta ekki til, þannig virkar kerfið. En mér finnst þetta rosalega vel gert og ég vil líka nota þetta tækifæri til að hrósa henni Drífu Þrastardóttur sem hefur boðið hitann og þungan að vinna þessa húsnæðisáætlun og hefur gert það mjög vel. Takk fyrir þetta, Aldís. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk. Já, mér langaði bara einmitt að taka undir þessa umræðu sem að Njörður startaði varðandi námsmannaíbúðirnar. Af því að við erum náttúrulega búin að vera að styrkja okkur alltaf. Við erum alveg komin að kortið hvað það varðar að búa í Hveragerði og vinna í Reykjavík eða vera í skóla í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held að þarna liggja klálega sóknarfæri. Og ég held ég hafi nú rætt akkurat þessar stúdentaíbúðir, námsmannaíbúðir hérna á þessu vettvangi eða bæjarráði eða kannski ekki stór út í bæinn, en mér finnst þetta, og það gott að heyra að þið hafi líka verið að ræða þetta, þannig að þá erum við bara á sama máli þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna, og Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, svo ég skil þetta rétt, ég kannski bara tregur í dag eftir alla þessa einangrun síðustu viku hjá mér heima, en mér finnst þetta plagg ekki vera kannski áætlun hvað sveitarfélagi ætlar að gera, heldur meira svona yfirlitsplagg yfir þörfina og spá fjölgun og hvað þá þurfi. Þannig að það langar mig að spyrja, er þetta rétt skilið hjá mér og er það þá bara bæjarstjórn hverju sinni að setja þið fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun, til dæmis eins og varðandi félagslegt húsnæði, hvað við ætlum að fjölga til dæmis því út frá þeirri spá sem að hérna í þessari svokölluðu húsnæðisáætlun sem mér finnst kannski ekki vera alveg áætlun, heldur þetta yfirlitsplagg sem nauðsynlegt að hafa til þess að gera áætlunina. Og aðeins kannski varðandi námsmannaíbúðirnar, þá held ég að ef við erum ekki tilbúin að setja okkur markmið það núna, þá mun bara nýr meiri hluti þegar við tökum við núna í maí næstkomandi, þá munum við setja þetta á oddinn. Takk fyrir þetta, Njörður. Vill einhver annar taka til máls? Nei. Ef svo ekki, þá ætla ég að bera upp húsnæðisáætlun eins og hún lögð fram. Þeir sem eru sammála henni gefum verki. Og hún samþykkt samhljóða. Freki, er henni ekki vísað til annar umræðu? Nei, hún bara samþykkt hérna allan að tillagan gerir ráð fyrir hún sé samþykkt. Já, ok. Ég var svona aðeins að veltast með þetta hvort þá hún þyrfti 2 umræður, það svona... Já, það verið hefðin hingað til. Ég held það hafi verið. Já, ég nefnilega með rómar ég hef gert það. Ég held það. Ég myndi bara ekki hvort það var síðast vegna þess að þú komu umræður áætlunina sem þurftum að skoða milli umræðina, en auðvitað svona meiri háttar áætlanir sem varða framtíðaruppbyggingu eða framtíðaráform þurfa 2 umræður. Þetta ættum að setja hana bara í 2. Ok, eru þið þá sammála því að við breytum þá tillögunni að bæjarstjórn samþykkir að vísa húsnæðisáætlunina til síðari umræðu næsta bæjarstjórnarfundi? Sú tillaga þá samþykkt. Helga breytir þá bókuninni. Nú þá það næst liður 11, það lánasamningur lánasjóður sveitarfélaga. Það lagður fram lánasamningur við lánasjóð sveitarfélaga upp á 200 milljónir króna lán. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Aldís, gjörðu svo vel. Já, bara til að útskýringar forseti að við erum náttúrulega búin að samþykkja fjárhagsáætlun ákveðna lántöku og þetta fyrir hlutin þá sem að kemur hér til ákvörðunar. Það sem að ég vil bara vekja athygli á það að við skulum fá lán hjá lánasjóði sveitarfélaga með einföldum hætti eins og hér sýnir auðvitað hvað sveitarfélagið að standa sig vel fjárhagslega og það skiptir mjög miklu máli að við skulum vera á þeim stað að fá lán þarna því eins og þið takið eftir þá eru vextirnir 0,96%. Þeir eru undir 1% og fastir allan lánstímann. Þannig að þessi vaxtakjör eitthvað sem að ég held að við ættum að fagna sérstaklega
og við erum náttúrulega bara að þakka fyrir að hafa bakhjarl sveitarfélagana eins og lánasjóðinn sem að sér okkur fyrir jafn hagstæða lánum eins og hér er. Takk fyrir þetta, Aldís. Vill einhver annar taka til máls? En svo ekki þá ætla ég að lesa upp hérna tillögu að bókun. Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkir hér með á bæjarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð allt að 200 milljónir króna með loka gjalddaga þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til trygginga láninu, höfuðstól, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. greinar laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 105/2006. Jafnframt Helgu Kristjánsdóttur kennitala að þetta veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Hveragerðisbæjar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talin beiðni útborgun láns. Og þeir sem eru sammála þessu gefið merki. Það er þá samþykkt samhljóða. Og þá er það næst liður 12, það er ráðning skipulagsfulltrúa og hér er lögð fram greinargerð frá Hagvangi vegna stöðu skipulagsfulltrúa hjá Hveragerðisbæ og gögn sækjendur. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Njörður og svo Aldís. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti. Bara gaman að sjá að þarna virðist við vera að fá hæfan starfsmann, sýnist mér, eftir þeirri tillögu sem er í þessu skjali sem hér liggur fyrir. Og ég efast ekki að viðkomandi aðili uppfylli hæfisskilyrðin best, en mér langaði þó að segja að ég sakna þess að hafa ekki mat á öðrum umsækjendum. Þannig að við hérna í bæjarstjórn erum núna að fara að taka ákvörðun ráðningu og þá þurfum við að geta borið saman umsækjendunar til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun. En ég segi það með þeim fyrirvara að ég efast ekki að þessi umsækjandi sé svo hæfasti, en bara til þess að uppfylla þessi formskilyrði að það á að vera mat á öllum umsækjendum. Og ég reikna með því að það hafi verið gert í upphafi ferilsins og eins og lýst svo í þessu skjali, en ég vildi bara nefna þetta. Takk fyrir þetta, Njörður. Já, hún er vissulega mjög hæf og kom mjög vel fyrir það sem ég á Aldís tóknum ráðningarviðtölum við hana. Og það var nú bara þannig að engin annar umsækjandi stóðst hæfniskröfur sem voru settar fram eins og það, þannig að það var ekki úr mörgu að velja og í rauninni var hún þannig séð þann eini umsækjandinn sem hafði allt fyrir utan einn þann aðalega sem sótti einn aðra stöðu hjá okkur. En ég gef Aldísi orðið, gjörðu svo vel. Er engin leið að taka fundarhlé í þessu apparati? Ekki nema að Helga setji á pása á YouTube eða? Ég hef nú ekki getað tengst þessu YouTube dæmi, ég var að prófa það. Ég prófaði hann, það virkaði fínt, sko. Ok. Við komum öll afskaplega vel út í mynd. Ég varst ekki það, sko. Ég bara kann þetta ekki, hvort ég eigi að gera end stream þar eða gleymd að fá kennslu stop streaming. Það gæti verið hérna annars staðar stop streaming. Vil ég gera fundarhlé? Nei, við getum það ekki. Sko, við getum ekki tekið þessu umræði hérna í beinni útsendingu og þarna mig langar til að koma með þá tillögu að bæjarstjórn feli bæjarráði fullnaðar afgreiðslu þessa máls á fundi sínum í næstu viku og í millitíðinni verði bæjarfulltrúum send öll gögn umsækjenda.
Ok. Alright, herðu, já, við leggjum þá tillögu fyrir en ég ætla að gefa Jóhann einni orðið. Jóhann, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Já, þetta afskaplega flott umsögn og já, gaman að sjá. Mér langaði bara svona að því að við erum með og ég ekkert af því að maður svona að passa sig að tala ekki hvers kyns viðkomandi af því að við ætlum að færa þetta yfir bæjarráð þannig að maður fara ekkert að tala gögnin sem eru fara ekki í almenna dreifingu. En af því ég satt fund í gær hjá Jafnréttisstofu sem verið að hvetja fólk til þess að hvetja okkur í aðdragandakosninga að gæta að jafnrétti kynjanna og fjölbreytileika og því líkt. En þannig að ég var að hugsa líka bara mitt í hvort við séum bara svona, þetta bara svona áminning fyrir okkur, svo erum við ekki að fara eftir jafnréttisáætlun Hvergisbæjar þegar við erum að ráða og ég held að akkurat þegar við kemur á þessu að þá komi nú til með að vera þannig sko en ég held að sé bara, mér finnst þessi fundur hann svona minnir okkur á og bara að við förum eftir jafnréttisáætlunum okkar. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að skerpa á því hjá okkur, þannig að við höfum hana í huga. Það svona tengt en samt ótengt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Aldís, gjörðu svo vel. Já, varðandi þetta þá held ég að við höfum þetta mjög í huga einmitt jafnréttisáætlunina og ef eitthvað var þá hallar svo stórkostlega á kallpenningin í stjórnun og stöðum Hveragerðisbæjar að þeir ættu alltaf að ganga fyrir miðað við jafnréttisáætlunina. Svona að öðru ef þegar allt lagt að jöfnu sko. Þannig að það bara þannig að konur hafa sótt miklu meira stöður. Þær hafa staðið sterkar og þær eru mjög áberandi hér í stjórnunarstöðum. Þannig að ég held að við stöndum okkur ágætlega í því. En ég vil af þessu tilefni benda á ágæta greinjarðar þar sem vakti athygli á samþykkt frá héraðsnefnd sem birtist einhvern tímann í vikunni og þar af því að ég nú formaður kjörnefndar hjá héraðsnefnd eins og mörgum öðrum stöðum á Suðurlandi þá þetta bara jafnrétti hér á Suðurlandi í pólitík bara erfitt í reynd og hafandi stýrt uppstillingu í allar þessar stofnanir sameiginlegra sveitarfélaga þá kristallast það eins og ég kom inn á í ræðu á héraðsnefndarfundinum að það bara ekki hægt að stilla upp stjórnum fullkomlega í samræmi við jafnréttislög þegar að karlar stýra öllum listum. Þegar karlmenn í fyrsta sæti okkur með einasta lista næstu því allstaðar, ef ekki allstaðar. Og það eru sárafáar konur sem leiða lista á Suðurlandi, teljandi á fingrum annarra handar og við erum að skipa í alls konar ráðanefndir og sveitarfélögin setja leiðtoga sinn í þessar stöður og það eru bara alltaf karlar. Þess vegna sitjum við núna uppi með héraðsnefnd skipað eingöngu karlmönnum og ekki nokkuð lifandislega að laga þetta. Þannig að við verðum að hafa þetta í huga og þetta byrjar á framboðslistunum. Og það verða að vera konur sem leiða lista, talar ekki í sveitarfélögum þar sem eru margir listar og margir fá bara einn, þá verður þetta bara svo rjúkandi skakt að það var þetta ræða á það. Takk fyrir þetta Aldís. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, í kjölfar þessara umræðu hjá Aldísi þá langar mig bara að nota tækifærið af því að ég vonast þess að það séu kannski ykkur að horfa að konur bjóði sig fram til sveitarstjórnarmálanna. Ég held að við þurfum alveg að og það greinilegt að það erfiðara að fá þær með í þáttöku allan að miðað við greinina snerðar og stöðu héraðsnefndar. Þetta kristallast kannski þar. En takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Jón og Aldís. Sko, vandi liggur kannski ekki í að þær sé ekki að taka þátt því ég held að flesta sveitarstjórnir reyna allavega listanir stilla upp jöfnu hlutfalli. Málið að þær ekki í fyrsta sæti. Og bara tökum dæmi bara eins og bæði Þorlákshöfn, Ölfusi og í Árborg. Árborg eru karlar sem leiða alla listan og það eru fjölmargir listar sem komast inn í bæjarstjórn. Þetta veldur gríðarlegri skekkju. Þannig að það þarf að hafa þetta í huga. En svo ætlar bara málið, svo það sem gerist það ætlar enginn að gera þetta hjá sínum lista. Það þarf bara einhver annar að gera þetta. Það vandi í notkun, sko. Takk fyrir þetta, Aldís.
Og þá aftur að ráðningu skipulagsfulltrúa. Það hérna komin tillaga fram að bæjarráði verði falið fullnaðarafgreiðsla á þessari ráðningu og þá að bæjarfulltrúar fái öll gögn málsins til þess að geta kynnt sér það. Eru þið sammála þeirri afgreiðslu? Það verður þá tekið fyrir á næsta bæjarráðsfundi sem í næstu viku. Þá næst komið að lið 13 og það fyrirspurn frá okkar Hveragerði ástand sundlaugarinnar í Laugaskarði og ég ætla að leyfa Sigrúnu eða Nyrði að lesa upp þeirra tillögu. Á ég að taka þetta, viltu lesa þetta Sigrún? Á ég að lesa þetta? Ég gera það. Ok, við leggjum fram, forseti við leggjum fram þessa fyrirspurn hér og hún hljómar svona. Undanfarið misseri hefur ítrekkað verið vandamál með hitastig sundlaugarinnar Laugaskarði. Loka hefur þurft heitum pottum eða sundlaug þar sem hitastig hefur verið of lágt. Vegna þess ástands hefur Hveragerðisbær ekki getað sinnt eðlilegri þjónustu við gesti sundlaugarinnar, nemendur í grunnskólanum og þeirra sem æfa sund á vegum Íþróttafélagsins Hamars. Ábyrgð á rekstri sundlaugarinnar Laugaskarði liggur hjá Hveragerðisbæ og því eru eftirfarandi spurningar lagðar fram rekstur og aðgerðir sem bærinn hefur gripið til og hyggst grípa til þess að koma rekstri sundlaugarinnar í eðlilegt horf. Hversu oft hefur þurft að fella niður skólasund og sundæfingar þessum vetri vegna of lágs hitastigs í sundlauginni? Hvernig hefur verið staðið að upplýsingagjöf til nemenda, Hamars og gesta lokanir og ástand sundlaugarinnar? Til hvaða aðgerða hefur verið gripið til þess að tryggja nægur hiti í sundlauginni? Og hvernig hyggst Hveragerðisbær tryggja til framtíðar að sundlaugin fái nægilegt heitt vatn svo hægt sé að tryggja rekstrargrundvöll hennar. Undir þetta rita Njörður og Sigrún. Takk fyrir þetta Njörður og Aldís hefur beðið orðið. Ég var samt að spáfrétt í hvort þú myndir ekki fyrst kynna bókunina. Já, ekki svo sem gerst það. Það hérna bara áður en ég gef ykkur orðið þá lána tillaga bókun að bæjarstjórn tekur undir áhyggjur þær sem koma fram í fyrirspurn okkar Hveragerðis af hitamálum sundlaugarinnar í Laugaskarði en fjölmargir fundir hafa verið haldnir vegna þessa og sérfræðingar fengnir til að skoða hvað það sem gæti verið að valda þessum hitavandamálum í lauginni. Bæjarstjórn felur menninga- og frístundafulltrúa að svara þeim spurningum sem snúa upplýsingum og rekstri og bæjarráðið falið að fjalla frekar þennan vanda á fundi sínum í næstu viku. Þá ætla ég að gefa Aldísi orðið. Já, sko, mér fannst örla á því þessari fyrirspurn eins og fólk héldi það að við hér hjá Hveragerðisbær sætum bara og horfðum á bílastæðið autt og enginn var í sundlauginni. Það er náttúrulega aldeilis ekki reyndin, það er búið að grípa til alls konar ráðstafana, það er búið að vera pípulagningamenn, meira að segja frá fleiri en einu fyrirtæki til þess að reyna að finna út úr þessu. Orkuveitan hefur verið þarna, eða Veitur verið þarna eins og gráirkettir. Þetta bara rosalega snúið og það virðist vera bara mjög erfitt að svona henda reiður á því hvað þarna í gangi. Þannig að, en það eru margar ástæður sem ég ætla ekki endilega tíunda hér sem geta verið svona meðvirkandi í þessu og við ætlum að greina þetta aðeins betur og bara halda þessari vinnu áfram því að það er enginn að halda það að okkur í meirihlutanum þykir eitthvað betra ástand heldur en ykkur í meirihlutanum. Takk fyrir þetta, Aldís. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti. Já, mér finnst bara fínt að fá þessa spurningu fram eða sem sagt bara svona varpaði fram með mitt hvað af því að þetta það hefur verið náttúrulega greiðleg þjónustuskerðing hjá okkur varðandi sundlaugina í talsvert langan tíma og þannig að það gott að bara taka þessu umræðu og sko, mér finnst þetta fínt að við fengjum kannski bæjarstjórnin bara öll sem eitt að setja einhverju fundi með Veitu þannig að við fáum kannski svörin frá fyrstu hendi líka af því að maður hefur kannski fengið óljósar upplýsingar og kannski eru bara ekki svör, maður veit það ekki en mér barst nú til eyrna frá fyrrum starfsmanni sundlaugarinnar að það rynni nú vatn þarna úr Garðyrkjuskólanum í stríðum straumi bara út í út í einhvern skurð og taldi þessi ágæti maður að það væri nú þetta væri nú jafnvel hægt að nýta þetta vatn og við getum samið eitthvað við ríkið afnóta þessu vatni. Mér finnst nú svona allan að syndi að það væri möguleiki að það væri eitt að dæla þessu vatni inn í sundlaugarkerfið okkar stóra
í stað þess að það fari bara í einhvern skurð. Nú hef ég þetta bara svona úr umræðin í pottinum sem var opinn en kólnaði meðan við sátum í honum. En já, ég fagna samt umræðinni, þú veist, þetta allan að, þú veist, og það auðvitað minnihlutans að veita, vera í eftirfylgninni og aðhaldsinu og því og þannig að já, mér finnst bara, við þurfum að fá einhverja niðurstöðu í málið, vonandi. Takk fyrir. Þetta, Jóhanna. Já, þessi lækur nú þarna ennþá undir, sko, það alveg 60 gráða heitur, en hann verður stundum svolítið gruggur, skilst mér. Þannig að kannski erfitt að nýta hann, en hann hefur verið nýttur og var nýttur í mörg ár í pottana. En Njörður, gjörðu svo vel? Já, forseti, kannski til þess að byrja með þá tilgang þessar fyrirspurnir ekki til þess að reyna að ýta í meirhlutann og gefa í skyn að lítið eða ekkert hafi verið gert í þessum málum, heldur kannski frekar að fá upplýsingar um stöðu þessara mála, eins og kannski Jóhanna bendir á, þá svona kannski vitum við ekki alveg nógu mikið, við sem erum hér í bæjarstjórn og ég að fá, og við örugglega líklega öll erum að fá fyrirspurn utan bæ, hversi staðan, hvað sé verið að gera. Þannig að tilgangurinn hér kannski bara að fá þessa umræðu svolítið upp á yfirborðið og það sem mikilvægt gagnvart íbúum að þessi bara upplýstir hvað verið að gera. Ég held að allir sýni því skilning og ég veit þetta flókið og það ýmislegt sem verið að skoða og hefur verið gert og þess að ég held að það þurfi bara að gera að koma upplýsingum á framfæri til íbúa hvað þið verið að gera, hvað þið verið reynt og hvernig bæjarfélagið sé fyrir sér, hvaða sviðsmyndir eru framvinda til þess að geta haldið út í rekstrinum á þessu djásni okkar Hvergerðinga sem sundlaugin er. En aðeins varðandi hveralækinn, maður fer nú svo oft yfir í sagnfræðina á þessu fundum, þá rennur hann þarna og hann var auðvitað bara stíflaður í upphafi til þess að búa til þessa sundlaug og lengi vel allavega þegar ég starfaði í sundlaugin sem sundlaugavörður þá fengu alltaf nemendur á garðyrkjuskólanum frítt í laugina vegna þess að það var gjaldið fyrir afnotin af heita vatninu og reykinn, ef ég man rétt. Þannig að en allavega, takk fyrir þetta. Já, það var nú einmitt þannig líka þegar ég vann þarna upp í sundlaug, sko. En það náttúrulega verið að upplýsa bæjarbúa stöðuna á sundlauginni nánast daglega núna inn á Facebook og inn á Hvergerðingasíðunni. Það eru starfsmennirnir sem að gera það sem að alveg mjög fróðlegt að fylgjast með bara, þannig að maður veit alltaf hverju maður má búast við þegar maður mætir upp í sundlaug, hvort að laugin sé 14 gráður eða 29. En og svo þykist ég nú vita að Jóhanna upplýsir bæði skólastjórnendur á morgnana og einnig íþróttafélagið hvernig staðan sé varðandi þetta. En Aldís, gjörðu svo vel? Já, allt þetta rétt og lækurinn liggur þarna undir, hann erfiður, við aftengdum hann fyrir nokkrum árum. Nemendur á starfsmenn Garðyrkjuskólans fengu aftur á móti frítt í sundi mörg ár eftir að við hættum að nota vatnið frá þeim. Það ekkert langt síðan það var tekið af. Þannig að það var nú svona hefð sem var kannski aðeins of lengi. En það spurning hvað hægt að gera með hann. Það líka, og ég var bara sjálf að labba þarna undir fjallinu daginn og þá rakst ég nú á rör sem að spýtur út úr sér ómældri gufu bara út í buskona bláin. Spurning hvort við getum ekki fengið að nota þá gufu einhvers staðar. En vandinn líka að nú ætlum ég bara að stórmóðga veitur á einu bretti. Ég hefur fundist, þeir eru allir að vilja gerðir til að reyna að halda sundlauginni gangandi. Þeir eru ekki kannski hrifnir af gufuveitunni okkar. Við kynntum sundlaugina með gufuveitunni og það hefur verið svona ákveðin tendens og svona orðræða innan orkuveitunar og síðar veitna að gufuveitan í Hveragerði væri til eintómrar óþurftar og ekkert nema kostnaður. Og það hefur verið mjög bara krefjandi að sjá til þess að gufuveitan væri ennþá starfrækt. Og það sem hefur gerst líka, og það vitum við öll, að þrýstingur í hólunum, þrýstingur í kerfinu hérna undir okkur hefur minnkað mjög mikið. Þannig að þrýstingur í hólutoppum hér var 4 bör þegar ég byrjaði sem bæjarstjóri, hann engin næstum því í dag. Þannig að það er mjög lítill þrýstingur á gufunni þegar hún kemur upp í sundlaug.
og það helgast kannski ekki síst af því að það er lítil notkun á henni, þannig að það minnkar mjög mikið notkunin á gufunni eftir að gróðurhúsinu fækkaði og gufuvitan er þess eðlis að hún þarf að blása, það þarf að nota hana til að draga hana upp úr holunum. Þannig að þetta eru svona alls konar tæknilega og flókin atriði sem ég held að sé best að ræða svo sem ítarlega í bæjarráðinu líka, en þetta ég hef ekki trúað því að við gætum ekki kynnt þessa sundlu á gufuvitunni. Og ef við ætlum að hætta því, þá er rekstrargrundvöllur sundlaugarinnar með allt öðrum hætti heldur en við höfum nokkuð tíma séð áður. Þannig að það er auðvitað stóra rekstrarspurningin. Við erum með 50 metra sundlaug með gegnumstreymi. Við erum ekki með hreinsikerfi á þessu, við höfum engan möguleika á því. Við erum með gegnumstreymisvatn í lauginni. Við erum með hitun, þið þekkið þetta, gufan kemur inn í endanum, þannig að við erum með svona ójafna hitun á lauginni og ef að gufan er ekki að virka, þá er ekki hit á lauginni. Þannig að það snýst málið. Þannig að gufuveitan í Hveragerði er búin að vera mjög erfið og snúin og þar þurfum við að fá bara alvöru áheyrn, ekki það fyrir ég ekki að segja, við erum búin að eiga svo marga fundi og þeir eru auðvitað að hlusta á okkur. En gufuveitan er veitum erfið. Og það er það sem er að setja strika reikningin þarna upp frá. Og auðvitað er annað að með þessum breytingum á ónýskleifunum og umhverfi sundlaugarinnar erum við að auka síðan notkunum á heitu vatni. Við erum búin að setja gríðarlega stóra snjóbræðslu frá bílaplaninu og niður og í alla stéttina þar fyrir framann. Bara við settum alveg risa hlemma sem sturtuhausa því að okkur fannst það svo ægilega sniðugt, það var geggjaðar sturtur. Við erum búin að taka þá því að þeir náttúrulega gerðu verkum að það bara fór alltaf mikið heitt vatn í gegnum þá. Þannig að það er búið að gera alla skapaða hluti til þess að reyna að laga þetta. Núna held ég að við förum bara að leita að vatni. Við þurfum bara að finna vatn í nálægðinni. Við kaupum það bara ekki Hveragerðingar að við getum ekki fengið heitt vatn í Sundlaugina. Ég meina Lárus Rist tókst þetta með skóflu sko. Þannig að við hljótum að geta þetta. Og svo ef allt brýtur, þá er Njörður búin að lesa upp fyrir okkur ágætisleið til að hita upp hús. Þannig að það að það skulle vera 10 gráður í dag inn í líkamsræktarstöðinni, við hljótum að geta reddað því þá með einhverjum svo lausum ópnum sem við setjum ofan í lækinn, þú ekki séum neitt annað. En þetta er í stöðurum vinslu. Takk fyrir þetta Aldís. Njörður, gerðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir góða umræðu. Svo ég ítrekki það aftur sem ég nefndi hér í upphafi að ég held þetta snúist gagnvart íbúum að þeir svolítið viti hvað er verið að gera og það er að vísu í fyrirspurn okkar Hveragerðis líka verið að spurja hvernig hagsmunaaðilar hafa verið upplýstir. Ég held að það sé líka gott að íbúar viti það. Þannig að út af það sem að Friðrik nefndi hér áðan að það sem að kannski er aðalatriði þessu er að fá upplýsingar hvað er verið að gera. Ekki auðvitað mikilvægt að gestir og notendur sundlaugarinnar viti hvað hitastig er og hvort að þessi pottur er opinn en ekki. Þannig að ég ítreka það bara og ég myndi gjarnan vilja hvort að það sé einhver möguleiki eins og Jóhanna nefndi hér áðan hvort að bæjarstjórn geti fengið upplýsingar eða fund með veitum ásamt bæjarstjóra og meirihlutanum. Það er líka bara gott fyrir okkur að heyra þetta. Þetta er náttúrulega hagsmunamál okkar allra. Aðeins varðandi gufuvituna og líka hitastigi bara hér almennt í svona Hveragerði. Það er auðvitað saga til næsta bæjar að við séum í vandræðum með hita í Hveragerði og við verðum einhvern veginn að koma þessu í lag og kannski er annað áhugamál mitt, það er að endurvekja Grýlu. Kannski getum við losa gufuna þar reglulega sem að getur það orðið til þess að við getum notað gufuna betur annar staðar í bænum. Bara hugmynd. En allavega takk fyrir umræðinu og ég hlakka til að fá svörin frá Jóhönnu við spurningunum. Verður það þá lagt fyrir í bæjarráði eða hvernig verður það? Okay. Já, það er lagt fyrir í bæjarráði. Já. Aldís, varst þú búin að biðja aftur orðið? Já, ég glemdi einu og svo ætla ég að svara þessu með Grýlu. Eitt af þeim atriðum, við vorum að vonast til þess að væri hægt að starta heita stóra pottinum með því að kaupa nýjan varmaskipti. Og hann þarf að panta utan og við þekkjum öll hvaða áhrif COVID hefur haft á aðflutningsleiðir.
Þannig það tók þó nokkuð tíma. Svo kom hann og var settur upp og þá var hann ekki að gera þetta kraftaverk sem að hann átti að gera. Þannig að það virtist ekki virka. Þannig að það er búið að, sko, ef að einhver vissi hvað við ættum að gera, þá væri löngu búið að gera það. Það er vandinn. Þannig að það er enginn í grunninn sem er viss hvað á að gera. Þannig að það er bara búið að vera þarna í endalausi tilraunastarfsemi og reyna að gera alla skapaða hræðandi hluti eins og ég reyndi að koma inn á hérna áðan. Þannig að það er ekki þannig að það sé einhver úti sem að þarna úti sem segir, ég veit hvað að gera. Það bara því miður er ekki þannig. Þannig að við erum með Dyntóttar Sundlaug og vel að merkja hún hefur alltaf verið það. Við sem erum búin að búa hérna all okkar hunds og kattatíð, við munum alveg eftir löngum tímabilum þar sem sundlaugin er bara jökulköld. Þannig að hún hefur alltaf verið leiðileg, en þetta með stóra pottinn er búið að vera einstaklega leiðilegt og mögulega hefur þá orðið einhver hönnunarmistök í nýju breytingunum sem að gera verkum og þær eru að taka of mikið vatn til sín, sko. En það er eitthvað sem bara er sífellt verið að skoða. Varðandi Grýlu, þá þarna, nú er nálgast kosningar, sko, ég læti ekki minnihlutann eiga eitt einasta mál sem við minnumst ekki á, sko. En þarna, ég held ég hef sagt ykkur áður, það er verkefni í gangi milli Veitna og Hveragerðisbæjar svona óformlega, af því að forstjóri Veitna hefur faktisk sýnt mikinn áhuga á Hveragerði og hann kallar þetta sjálfur verkefni Drekan og við erum búin að halda nokkra fundi, ég og hann og starfsmenn Veitna og Guðmundur minni mig, þar sem að verið er að reyna að finna einhvern stað þar sem hægt er að tappa af gufukerfinu. Og Grýla hefur svo sannarlega komið til tals þar. Og það yrði þá því svona túristattraktsjón. Það hefði gert eitthvað með það. Takk fyrir þetta, Aldís. Ég ætla að bera upp hérna, þetta sem ég las áðan að bæjarráð fengi þá fyrir næsta fund sinn upplýsingar frá Jóhnu þetta mál. Þeir sem eru sammála því, ég merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú, þá er það næst liður 14, það er fyrirspurn frá Frjálsum með Framsókn varðandi tillögu frá 2018 eflingu ungmennaráðs og ég leyfi þér, Jóhann, að lesa upp þína tillögu eða þitt erindi. Takk, forseti. Já, hér er ég sem sagt komin með fyrirspurn. Þetta er svona, hér er tilraun til að fylgja eftir tillögu sem kom á fundi bæjarstjórnar 15. júní 2018 þar sem að Frjáls með Framsókn hafa bara mikinn áhuga á því að koma unga fólkinu inn að við fáum að heyra raddir þeirra. Ég ætla þá að lesa þessa fyrirspurn. Á fundi bæjarstjórnar 15. júní 2018 lagði bæjarfulltrúi Frjáls með Framsókn tillögu eflingu ungmennaráðs. Frjáls með Framsókn leggja til að bæjarstjórn Hveragerðis samþykkja að taka ungmennaráð bæjarins til endurskoðunar með það að markmiði að gefa ungmennum tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélagi sínu og fá tækifæri til að koma að ákvörðunum sem snerta líf þeirra. Í þeim tilgangi mun bærinn meðal annars standa árlega fyrir ungmennaþingi að hausti þar sem ungmenni geta komið saman og rætt og ályktað þau mál sem helst brenna á þeim hverju sinni. Bæjarstjórn samþykkir jafnframt að opna stjórnsýslu bæjarins á þann hátt að ungmennaráðið eigi áheyrnarfulltrúa í flestum nefndum bæjarins með málfrelsi og tillögurétti. Hver sá sem uppfyllir kröfur setu í ungmennaráðinu getur boðið sig fram sem áheyrnarfulltrúi og kosið á milli áhugasamra á ungmennaþinginu. Bæjarstjórn samþykkir að fela menningar- og frístundafulltrúa hefja nú þegar undirbúning að ungmennaþingi haustið 2018 og breytingar og starfsemi ungmennaráðsins í anda framangreindu tillögu. Og ég set með að ég hafi svona nokkru sinnum á tímabilinu leita eftir upplýsingum bara gangi mála og svona með óformlegum hætti, en nú gerir það hér sem sagt með formlegum hætti og undir þetta rita ég sjálf Jóhannir Jónsdóttir og svona þar að auki þá sem sagt er fyrri umræða ungmennaráð, stofnun ungmennaráðs eða breytingatillögu minnir að það sé á septemberfundi 2018 og fyrri umræða, en svona þegar ég rendi fljótt í gegnum fundagerð bæjarins þá sýnist mér öllu að það sé hafi ekki farið fram síðari umræða.
Ég hef bara lokið máli mínu, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Já, þetta ungmennaráð, við hefum nú reynt ýmislegt, við settum nú nefndalaun til þess að reyna að hvetja, hafa einhverja gulrót þarna. En það var náttúrulega ekki haldið ungmennaþing, en það fóru nokkrir hérna frá Hveragerði á nokkur ungmennaþing nemendaráð Suðurlands eða hvað þetta kallaðist hérna. Þannig að við áttum fulltrúa þar og við funduðum menninga, íþrótta og frístundanefnd með fulltrúum ungmennaráðsins allan að 2 svar, ef ekki 3 svar, árunum svona 2019, einhversleis 20. En svo hefur nú lítið gerst, en mér skilst að séu nú umræður eða viðræður milli Jóhönnu og Ingimars í frístundaheimilunum að reyna að fara að lyfta þessu upp núna og þá að fara að taka þetta svona og setja það í fastari skorður. Við horfum svolítið til Ingimars þar sem hann nú að vinna mikið með þessu unga fólki og þá getum við svona hægt og rólega byggt þetta upp því að með því að fá krakkan inn svona unga þá geta kannski haldist í þessu lengur og hann þá þekkir þessa krakka. Þannig að það svona vissulega vinna í gangi núna veit ég með þetta. En Jóhanna, þú aftur beðið orðið, gjörðu svo vel. Þú ert á mute. Forseti, takk. Já, maður bindur vonir við það að þú veist það verður þetta vekja áhuga ungs fólks á málefnum bæjarins eins og gerist í nágranna sveitarfélögunum okkar og eins og við tölum fjárhagsáætlun að fá kannski Ingimar með okkur í þetta sko. Eða jafnvel verður þetta bara verkefni nýs meirihluta eins og fleiri. Takk fyrir. Eða bara núverandi meirihluta, en við sjáum til með það. Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara takk kærlega fyrir þessa fyrirspurn Jóhanna. Þú nefndir að fyrri umræða hefði farið fram í september 2018 og ég kannaði það og það var umræða þá tillaga breytingum á samþykktum stjórn Hveragerðisbæjar. Og svo verið sem að seinni umræða hafi þá ekki farið fram og þetta hafi þá aldrei farið inn í samþykkt stjórn bæjarins. Ég langaði bara aðeins að heyra í kannski bæjarstjóra sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins hvort það sé ekki óeðlilegt að þetta detti svona niður svona mál og seinni umræðan fari ekki fram. Það augljóslega vilji bæjarstjórnar að breyta þessu fyrst að fyrri umræða fer fram og það kemur ekkert fram í allavega fundagerðinni að það hafi ekki verið vilji til þess að breyta þessu og halda áfram með málið. Takk fyrir þetta, Njörður. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk Njörður, það var eiginlega akkurat þetta sem ég var að reyna að benda á, að okkur vantar þessa síðari umræðu. Takk. Gefa Aldísi orðið. Já, ég nú hamast við að leita hérna á netinu að þessum, hvað segir þetta, fundur bæjarstjórnar í september 2018. Sko, auðvitað getur það alltaf gerst að eitthvað falli milli skips og bryggju og þá kemur nú ágætlega kemur það sér vel að fá eitthvað aðhald í það. Sko, ég finn þetta ekki hérna í fundagerð bæjarstjórnar frá september 2018 en 13. september. 13. september. Er ég ekki þar? Ég er þar. En allavega, sko, þetta bara ágætis ábending og það getur bara vel verið að það hafi ekki farið inn, ekki hugmyndu þá, mann það alls ekki neitt. En þarna við þurfum núna fljótlega að taka upp samþykktum stjórnarfundarsköp í ljósi þarna bæði, þessar breytinga á fundum og fundagerðum sem að var verið að leggja, er verið að leggja til, við viljum þar að segja. Og þarna ég er bara orðin eitthvað skrýtin, sko. Ég sé þetta ekki hérna 2018. 10. töluliður, 13. september 2018. Já, til að breyta upp á samþykktum stjórnarfundarsköp og öldungaráði. Það getur vel verið að þetta hafi ekki farið lengra, þau getur bara maður alls ekki. En þarna, við bara bætum úr því núna, 3 árum seinna.
Takk Aldís. Jóhanna, eru svo vel? Takk forseti. Já, það er nefnilega að því að við nefnum öldungaráðið. Umræðum öldungaráðið hefur farið framáli nokkur sinnum og þarna var það búið að skipi öldungaráðið og það er greinlega virt. En það sama má ekki segja ungmennaráðið. Takk. Ef við má aðeins skrifa þetta örstuð, sko það að ungmennaráðið, að virkni þess hafi ekki verið mikil hefur ekkert að gera með það að þetta er ekki komið inn í samþykktirnar. Aftur á móti það búið að reyna ýmislegt og þetta er bara ágætist til að Helga bókun að fá aðeins yfirlit yfir það frá menningar- og frístundafulltrúa hvað búið er að gera til þess að reyna að virkja ungmenni í þessa átt. Þannig að, og það er bara að gera að halda því áfram því að það er leiðilegt að þetta skuli ekki takast í okkur. Ég bara er algjörlega sammála því. Já, takk Aldís. Já, það er mjög leiðilegt en ég meina að það er kannski sýnir það að þessi unglingar hafa kannski ekki það mikinn áhuga á þessu sko. Þau taka náttúrulega þátt í skólaþingunum og þessu sem er mjög flott en það vantar eitthvað til þess að drífa þau áfram í þetta og vonandi getum við bætt úr því. En það er tillaga bæjarstjórn kalli eftir greinargerð frá menningu- og frístundafulltrúa stöðu og framtíð ungmennaráðs sem lögð yrðu þá fyrir næsta fundi bæjarstjórnar. Ef þau eru sammála þeirri bókun. Flott, hún er samþykkt samhljóða. Þá er ekki meira á þessum fundi og Helga les þá upp fundargerð. Þá getur og